Já, komið sæl, það íþróttaþátturinn Bekkurinn sem fyrir Víðir Sigurðsson, vertu velkomin. Já, takk. Það mikið að gerast í fótboltanum. Nú fara lið að fara heim. Nú að tínast af... Já, nú það verða 16 lið sem að þurfa að kveðja heimsmeistaramótið núna eftir riðlakeppnina og það eru nokkur eru byrjaðar að pakka honum þöskunnar. Já. Og þetta mun vera komið á hreint helgina. Þá klárast riðlakeppnin og þá sjáum við annars vegar hvaða 16 lið fara heim og þá verður endanlega staðfest hverjir mætast í 32 liða úrslitum. Sú mynd svona aðeins byrjuð að mótast. En samt þetta bestu stöðuna í þriðja sæti. Mér finnst þetta alltaf svo leiðilegt, við getum ekki bara séð þetta. Já, þetta ákveðin óvissa og þetta fer svona bara eftir hvernig aðrir riðlar fara. Og til dæmis Skotar með svona tæpa stöðu í þriðja sæti, það býða alveg fram á síðasta dag til að vita hvort þeir séu komnir áfram eða ekki. Það hlýtur að vera taugatrekkjandi fyrir alla Skotana sem eru mættir til að fylgjast með þeim í Bandaríkjunum. Og barþjónana, ég var að lesa að þetta svona 150.000 skall á kvöldi sem einhver stelpa fekk í tips sem var að vinna á einhverjum bar. Þeir voru glaðir, Skotarnir, drukku mikið og... Já, það eru vinsalir þarna, það vilja allir hafa á og það verður, en eftir að þeir töpuðu 3-0 fyrir Brasilíu þá komu þeir sjálfum sér svona upp að vegg og það er óvíst að það dugir þeim til að komast áfæring úrslitakeppnina, en það væri gaman að fá Skotana í leik viðbútt. Já, ég er sammálaður, en tapa fyrir Brasilíu 3-0, það er kannski ekkert Nei, þeir voru bara klaufalegir í þeim leik og áttu alls ekki að þurfa að tapa þessu leik á þennan hátt. Já, Neymar kom inn á sóstinaleik. Já, Neymar er mættur til leiks, þannig að hann virðist alveg vera tilbúin til að taka eitthvað þátt í þessu í útþáttakeppninni með Brasilíu. Það er alveg munar með reynsluna hjá honum þó að hann sé ekkert sami leikmaður og hann var fyrir nokkrum árum Ég svo bara andlitunum ef hann elsmikið. Já, bætist alltaf í ári. En hann er 34 ára gamall og á alveg að geta bætt aðeins við sig því að við erum að sjá menn alltaf 7 árum eldri en hann sem eru að en hann fær tækifæri. Já, hann fær allavega á móti Skotum. En það eru gömlu menninir Ronaldo, hann gerði það gott. Já, nú svaraði hann fyrir sig. Það voru margir sem gagnrýndu hann. Já, það voru margir sem gagnrýndu hann eftir fyrstu umferðina og þar á meðal ég og enda hann bara hreint og þannig gat ekki til fyrsta leiknum. Nei. En það sást á honum að móti Úsbekistan að hann ætlaði heldur betur að svara fyrir sig. Eftir 15 mínútur var hann búin að hlaupa meira en að gerði í öllu leiknum móti Kongó og var hreyfanlegur og var bara blúsandi ferð í sóknarleiknum og uppskar mark fljótlega. Það tók af honum greinilega gríðarlega pressu og hann hefði átt að skora 3 því Úsbekarnir voru bara hættu að spila varnarleik eftir fyrsta markið. Hann hefði alveg getað bætt við en hann skoraði 2 og kom sér í fleiri færi og hann er búin að láta vita af því að hann er ekki dauður og öllum að 41 ár segi ekki allt. Aldur er bara að tala, segja þér. Já. Nei, það er fínt og náttúrulega þessi menn allir setja mikið svip á móti. Já, þetta er bara gott fyrir keppnina og nú byrja menn að velta fyrir sem möguleikunum á að Messi og Ronaldo mætist. Já. Því það getur nefnilega gerst ef að liðin vinna sína riðla eins og Argentína þegar búin að gera og þau geta mæst í 8 liða úrslitum. En mér sýnist að vera svolítið háð því að Portúgal ná að vinna sinn riðil en þeir Kólumbíu dugar jafntefli á móti þeim í úrslitaleiknum í riðlunum. En ef að Portúgal vinnur riðilinn þá er möguleikin fyrir hendi á að Argentína og Portúgal mætist en þá þurfum við að sjálfsögðu að vinna 32 liða og 16 liða leikina áður. En þetta er möguleiki. En þetta er möguleiki og við getum rétt ímyndað okkur fjölmiðla fárið sem fer í gang ef að framleiðan er leikur á milli Argentínu og Portúgals með þá 2 þarna á blúsandi siglingum. Algjört, það er alveg gert að því Ég held að það ekki á HM fyrir 4 árum hafi enginn látið sér detta það í hug. Annar þeir eru þarna hvað þá báður og allt það. Já, nei, þetta er náttúrulega menn sem setja mikið svip á mótið. Já. Er eitthvað lið sem eitthvað þjóðþarna sem er komið er jákvætt og óvart? Þetta er nú svona kannski
að stórum hluta eftir bókinni. Já. Það verður svona gaman að sjá hvernig liðið eins og til dæmis Egyptaland, þeir eiga möguleika á að vinna sinn riðil sem dæmi. Það verður gaman að sjá hvernig þeir... Og hvernig Sala búin að standa sig? Sala búin að skora og hann er hérna... Þeir fara allavega áfram í útsláttarkeppnina, það klárt. Þannig hann dregur svolítið vakningi kannski fyrir það? Já, þeir eru með fleiri góða leikmenn ekki þannig sko. Þessar Afríkuþjóðar eru alveg sterkar. Við sjáum alveg hvað hvernig Kongó og Grænhöfðaeyjar og Marokko og Alsír og þessi lið eru búin að standa sig og Egyptarnir sko. Þetta eru allt lið sem að standa upp í hárinu á bestu liðunum. Já, flott. Já. Ghana, við sáum Ghana móti Englandi. Jú. Spiluðu náttúrulega sérlega eitthvað besta varnarleikin. Leiðilegir reynleik. Já, það var svo sem þeir voru sem á móti 10 manna varnarmúr allan tíman og ætluðu að taka það á þolimaðinni. En svo bara dugði það ekki í 90 mínútur því Ghana menn þeir breyttu ekki neitt hjá sér, þeir voru sáttu, þeir ætluðu að ná í stíg með þessari leikaðferð og gerðu það. Sennilega besti varnarleikur sem liðið hefur sýnt á mótinu. Og þeir lokuðu á alla möguleika englendinga, gerðu það mjög vel, taktist niður en þetta átti Harry Kane að tryggja Englandi sigur að nuti lokin, hann hefur nú ábyggilega og svona færi og skorar hann í 9 skipti af 10 en hann einhvern veginn skaut hann yfir þarna dauða færi í blálokin. Það hefði átt að duga hann til að vinna 1-0. En það kannski að vörnin hjá Ghana þá verið svona svipu og íslenska landsliði spilar oft. Já, svona eins og það gerði á sínum allra bestu varnarleiks árum. Sem var kannski. Sem kom okkur á 2 stórmót. Já, algjörlega. Ekki lítið úr því. Nei, og að sjálfsögðu með sóknarleik líka, það var ekki bara varnarleikur. Nei. Við hefðum ekki komist áfram ef við væri bara í vörn. Nei, það þú þarft að skora mörg. Þetta var geggjað tími. Já. En við erum að sjá að það eru lið þarna sem geta áfram farið í gegnum skemmtilegt ævintýri í þessu móti og það á eitthvað óvænt eftir að gerast. Já, en þetta er svo margar þjóðir að þetta er fáið sem muna sem að það að lesa sér til á hverjum degi. Það er það ekki málið. Þetta er þú kannski, þú er svo mikið á að... En það er bara full vinna að fylgjast með 48 þjóðum í svona móti. Já. Það er eiginlega ómögulegt en hérna... Já, þetta er miklu meira stærra umfang heldur en hefur nokkuð tíma verið, sjálfsögðu. Og svo byrjar útslátturinn eftir helgina og þá kemur svona annan mót. Já, þá förum við að sjá þetta spila til þrautar í hverjum einasta leik og við förum að fá framlengingar og vítakeppni ef það dugar ekki til og alls konar dramatík. Það verður vonandi eitthvað svolítið. Nú fer það allt í gang. Þá fer leikunni fara að taka 2,5 tíma. Já, það er náttúrulega gefið. Við erum fara að fá 16 leiki strax í 32 úrslitum og það mun eitthvað ákveðið prósent að þeirra fara í framlengingu og ykkur er í vítakeppni. Það bara fylgir. Já. Og svo í 8. úrslitunum þegar þeir mætast en frekar. Ronaldo og Messi. Já, það voru bestu liðin farin að mætast. Við getum séð Frakkland og Þýskaland gætu mæst í 16. úrslitum ef allt verður eftir bókinni hjá þeim. England, Brasilía er mjög líklegu leikur til dæmis í 8 liða ef við erum að horfa lengra fram í tíman. Ef að sjálfsögðu út frá þeim forsendum að þau vinni sína riðla og klári sitt fram að því. Það er hægt að horfa svolítið á hvernig niðurröðin er, þá getur við mjög áhugaverðir leiki framundan. Já, fínt. Þetta er alltaf algjörvisla og þetta er kannski offrambóð fyrir marga. Þetta er of mikið, maður getur ekki horta á þetta allt. Það er útilokað. Já, ef þessi eru núna að byrja 2 leikir samtímis og ég sá að fólk var ekki alveg ánægt með það þegar sá sjónvarpsdagskrárnar bæði á RÚV 1 og RÚV 2, það var eiginlega alveg eins það bara... Já, ég get að límyndið það, ég horfði yfir til gærkvöldi og það verður. Það segir einhver eitthvað núna. En þetta er... Þeir þyrftu að fá lánað eitthvað rás.
Já, eins og það er tímaflakka á öllum sjónvörpum og það hafa allir aðganga því og geta horta, þetta er ekkert eins og þetta var þegar fólk hafði ekki neitt annað að velja, það geta allir skipti yfir í að horfa á eitthvað allt annað. Já. Þurfu ekki endilega að horfa línulega dagskrá. Nei, en það gera það ekki innarið allir. Nei. Þið enn hérna heima? Það hérna bara núna í kvöld stórleikur sem að hérna ekki Breiðablik Víkingur? Jú, það var Breiðablik Víkingur. Já, og svo aftur helginni bikarkeppninni. Já. Og hinn undanúrslitaleikurinn í bikarkeppninni, það eru lið sem ekki í efstu-deildinni. Já, það eru Afturelding og Fylkir. Hvaða lið það? Það er Afturelding og Fylkir mæta sínuleikum. Afturelding og Fylkir, já. Það eru 2 lið úr fyrstdeildinni. Þetta svolítið merkilegt. Já, þetta mjög spes og það er ljóst að fyrstdeildarlið spila til úrslita. Sem að gerist ekki oft en gerist einstaka sinnum. Og sem sagt, sigurvegarinn í leik Breiðabliks og Víkings sem er sem sagt seinni leiknum sem er bikarleikurinn helgina. Það mætir annarkvort Aftureldingu eða Fylki í úrslitaleik. Já, svolítið sérstakt. Sem er magnað. Já. En hérna ég er náttúrulega káringur og þetta var ævintýralega leikur Kría, þannig Káar og Skæ. Káar Akranes, þetta er alls skemmtilegasti leikur tímabilsins og enn einu sinni fengum við leik þar sem að bæði lið skora 3 mörk eða meira. Það er bara orðið með ólíkjend og hvað eru búin að vera margir svoleiðis leikir í ár. Þessi deild í sumar er bara að toppa sig í hverri umferð. Bara í skemmtanagildi. Já, mér finnst það. Það hefur bara ekki verið svona gaman að fylgjast með bestu deildin í mörg ár. Nei. Við sjáum hvert svona leikina fætur öðrum þar sem að við erum að fá bara 7-8 mörk. Já. Og KRI að þetta var alveg stórskemmtilegt. Já. Skagamenn byrjuðu með svona kraftíma. Mér reist ekki á þetta. Og síðan bara í uppbóta tíman staðin í 4-3 Skagamenn eiga sláarskot og þeir geta jafnaði 4-4 og staðin innsiglar KR Sigurinn 5-3. Þetta er svona eins mikil dramatík til enda og getur verið. Já. En hins vegar sýndu Víkingarnir heldur betur sitt með því að vinna Framarana 5-0, þannig að það var svona... Já, svo Víkingar eru bara þannig. Þeir eru bara langbesta lið. Þetta er ótrúlega sterkt lið og þarna Framar hafa bara verið frábæri undanfæri en þeir áttu bara ekki möguleika í þessu leik. Nei, þeir þriðja sæti verið það reyndar enn. Já, staðið mjög góðri stöðu þriðja sætinu og allt það, en þarna mættu þeir heldur betur ofjörlum sínum eins og segja má. Já, og sko bara örugt 5-0. Já, þetta voru bara yfirburðir. Já. Það var ekki Óskar Hrafn sem sagði, þeir eru bara að keppa sjálfa sig, Víkingarnir, hvað námörgu stigum? Já, það geti alveg, ef káningar aftur að halda í við þá, hvað það munar 6 stigum. Já. Þeir þurfa að treysta á ekki bara þeir, heldur einhver aðrir ná að stoppa á. Það reyndar svo eftir úrslitakeppni. Já, síðasta umferðin. Það er heilmikið eftir á þessu móti og segjum bara að komið slæmur kafli á Víkingum og segjum bara að gera 3 jafntefli í röð. Það eru bara 6 töpuð stig. Já. Það er fljótt að fara leið og mér vinna ekki. Já. Þannig að það er nóg eftir á þessu. Já, en einmitt, sko, svo mætast þau mætast bara einu sinni úrslitakeppninni. Já. Já, eða hverlið, sko, það mæti bara einu sinni. Já, þessari aukaumferð, hún í síðustu það er hellingur eftir. Það er 15 leikir eftir á lið, 15-16 leikir, þannig að þetta er bara rétt. Þetta er ekki hálfnað einu sinni. Nei. En eins og Víkingarnir eru núna, þá eru þeir bara, sko, þeir eru klassa fyrir ofan hinliðin. Já, þeir bara með svo gríðarlega breytt, þeir taka menn út á og setja ennþá betri mann inn á og það er bara eitthvað sem að önnur lið hafa ekki. Já. Þeir hafa notað velgengnina í þetta að styrkja alltaf mannskapinn, styrkja liðið. Já, þeir hafa styrkt innviðina og styrkt liðið og alla umgjörð og annað, þannig að Víkingar eru bara verða búin að búa til eitthvað ákveðið módel sem að önnur félög þurfa bara að elta þá í og taka upp eftir þeim eða þeir ætla að veita þeim keppni. Já. Það er bara þannig og þetta ætti bara að hækka rána fyrir önnur félög þegar eitt félag tekur svona afgerandi skref. Já. Þetta er að vera eins og Rosenborg var í Noregi. Já. Rosenborg vann þetta náttúrulega 6-7 ári í röð og allt það
það er kannski ekki komið alveg svoleiðis hjá Víkingunum, en þeir eru búin að vera alltaf sigursælir þessi ára, en Breiðablik er búið að vinna annað hvert ára mótið þeim núna, þannig að en ekki, það er ekki líkota núna eru á því að þeir vinni aftur. Þeir unnu KR 2-0 í Víkinni og Óskar Hafn vildi nú meina að KR hafi verið betra lið í leiknum. Já, KR átti heilmikið í leiknum og allt það, sko. Já. Það var ekkert... En skúrið ekki, það þótti til tíðinda. Já. Að þetta er hérna fyrir okkur sem á fótbolta, þetta er að nóg að taka. Það er að nóg að taka, það er alltaf gerast þessar vikutar. Hvenær er HM búið? HM líkur með úrslitaleik 19. júlí. Já. Og þannig að það eru ennþá eftir bara á 4. viku af þessari veislu. Já, og verður alltaf skemmtilega. Já. Við erum að fá fullt að svo náttúrulega undir lokið þá fækkar leikjunum þegar liðin fara að tínast í burtu og það fara allt inn og koma svona frídagar á milli sem að... Já. En er ekki fylgst vel með þessu að skrifa henni? Ertu byrjaður að skrifa á fótbolti.net? Ég byrja á því í næstu viku. Já. Það verður svona að birtist væntanlega fyrsta greinin, birtist þar væntanlega 1. júlí. Já, en þú ert með svo miklar upplýsingar, þetta er nú mikið utanum allt. Já, þetta er náttúrulega það sem maður hefur unnið við lengi og maður lumar svona á ýmsu til þess að til að vinna úr og skrifa þessa pistla. Ég var að segja konunum hérna á samstöðinni áðan að þú skrifaðir alltaf bókin Íslensk knattspyrna og ég sagði að vera örugglega 40 bækurni. Hvað er konan? Það er orðna 45. 45? Það er 47. bókin kemur út núna í desember. Ég man þegar að við unnum saman, held ég, eða eitthvað tímann, spurði ég það með sölun á þessu, að skipti máli hvaða lið var Íslandsmeistari, hver er á forsíðunni? Það skiptir alltaf einhverju máli. Já. Og það koma alveg sveiflur í kringum það, en annars er þetta nokkuð stöðugt. Já. Og þetta á svona eitthvað ákveðin svona traustan. Gefur þú út sjálfur eða? Nei, það er sögur útgáfa sem tók við útgáfinni 2019 og hefur gefið hann út síðan. Já. Þar á undan var Helgi Jónsson Ólafsfirðingur með bókaútgáfuna Tind búin að gefa hann út síðan 2002. Já. Og aðrir góðir þar á undan. En myndirnar, þetta eru alltaf vandaði myndir í? Já, þarna er alltaf nokkur 100 myndir, 300-400 myndir í hverju bók og þar hefur til þess Eiríkur Jónsson hefur gamall vinnufélagi okkar. Hann hefur myndað gríðarlega mikið fyrir mig í langa tíma. Alveg í 40 ár. Já. Og alltaf... Er þið enn að spila sama fótbolta? Nei, Eiríkur er búin að draga sér í hlýja, hann þurfti að fara í fótaaðgerðir sem að þetta laga eitthvað á hún og skrokkin þannig að hann er því miður búin að leggja skóna á hilluna en hann í svona fótboltaklúbbi eins og hjá okkur þá eru menn alltaf í sambandi og menn eru alltaf í klúbnum. Já. Hvað spilar á gerfugrasinu utan hús sem sagt 2 viku eða eitthvað? Við lánsarar erum þarna 3 með tíma 3 viku. Ég sjálfur reyni að mæta alltaf 2. Já. Og við erum það skemmtilegt núna, við erum alltaf á grasi núna svona yfir sumarið. Nú? Þetta kallað þrýrningurinn hjá Þrótti, hluta æfingasvæðinu sem að við fáum að vera þarna yfir hásumarið og annars erum við að gera við grasinu allt árið. Já, þetta er allt árið? Já, við erum í hádeginu og allt, þetta er allan ásins syng. Ég man eftir þessu áður fyrir þegar vorum í Devaf og Ellert Skram, hann keppnismaður mikill og reistjóri. Hann framlengdi einhvern tíma þegar hann var undir við áttum að fara að drífa okkur í vinnuna klukkan 1 en þá framlengdi hann að hann hafði vald til þess ég vonum það að hann myndi ná að sýra. Já, það er Ellert var náttúrulega magnaður keppnismaður og hann náttúrulega hefur örugglega verið markið undir þarna á þessum tíma. Já, það var eitthvað svoleiðis. Það er allt gert til þess að vinna. Svo voru vinir sinni, það var ég liðstjóri vorum að spila og mútið Alþýðublaðinu, svo voru stelpur sem aldrei spila fótbolta sem voru í liðinu höfum og þá fannst mér tilvægilega að kalla Ellert að velli
leifa einhverjum öðrum sko að vera hana, hann þurfti ekki að vera með fyrir sko fyrirlið landslýsins í þessu og ég kalla hann svarar mér ekki sem kemur á hlaupandi til í mínu og segir, hætti þessari vitleysu. Já, þarna alveg rétt lýst. Það ekki möguleik að færa út þar. Já. Herri, þetta var gaman. Já. Herri, þakka þér fyrir að sinni. Herri, bara sömuleiðis. Og rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.